It says also in the report that the bridge did not meet safety standards. What do you think about that? It's extremely unfortunate that the bridge did not meet safety standards, but it is also very unfortunate that when an overseas visitor comes to your country, they're not told of such conditions. Sometimes, I'm sorry to say, but it felt like a trap which was laid for my family. Það voru ýmsir samverkandi þættir sem leiddu til þess að það fór eins illa og raun bar vitni þarna. Það sem snýr að Vegagerðinni náttúrulega brúin sjálf. Hvað finnst þér þessa brú þarna? Ég held að það hafi, sé alveg skýrt að þessi brú var mjög ofarlega á forgangslista Vegagerðarinnar og hafði verið það nokkuð tíma. En það alveg klárt að þessar brýr, þessar einbreiðu timburbrýr með útskotum eru barn síns tíma, þær eru ekki fyrirgefandi fyrir þá sem gera mistök. Þannig að okkur fannst þessi brú vera komin á þann stað að það yrði að skipta henni út sem allra fyrst. Hún mitt stenst ekki núgildandi staðla einu sinni eins og fram kemur í skýrslu rannsóknarnefndar samgönguslysa. Það ekki bara algjörlega óásættanlegt? Vegakerfið þannig uppbyggt að við erum með samgöngumannvirki frá ýmsum tímum. Þessi mannvirki þau lúta þeim stöðlum sem voru þegar þau voru byggð. Þegar að staðlar eru uppfærðir þá eru engin tök á því að endurnýja allt samgöngukerfið í samræmi við nýja staðla og það heldur ekki hjá öðrum þjóðum. Þannig eru vegakerfi byggð upp. Hefði vegriðið þarna til dæmis ekki átt að koma í veg fyrir það að bíllinn fór yfir þar hreinlega og steyptist þarna niður? Vegriðið á þessari brú bara eins og vegrið voru á þessum brúm 1973 þegar brúin var byggð og þannig það með margar aðrar brýr. En þessi brú svo gömul að hún hefði ekki borið nútíma vegrið. Fljótlega eftir slysið hér við Núpsvötn var ákveðið að byggja nýja brú. Sú vinna nokkuð langt komin og stefnt að því að taka brúna í notkun síðar á þessu ári. Nýja brúin verður steinsteypt með akreinar í báðar áttir og byggð samkvæmt nýjustu stöðlum. Þegar svona slys verður eins og við Núpsvötn, þar sem kannski vegakerfið á sinn þátt í því hvernig fer, finnst þér að vegagerðin ber einhverja ábyrgð? Ég held að við berum fyrst og fremst ábyrgð á því að vinna vinnuna okkar rétt og vel með þær fjárveitingar sem við höfum. Við ráðum ekki við meira.